Góða kvöldið, góðir áhorfendur Sport TV og velkomin með okkur í beina útsendingu hérðan úr Garðabænum, Samsung völlurinn. Hér er að fara að hefjast leikur Stjörnunnar og Breiðabliks 5. sætið í Bósmótinu 2016. Já, eins og við sjáum þá er desember mánuður og það er ekki að sjá hér úti að svo sé. Það er blíða, hiti og aðstæður til knattspyrnuiðkunar. Það er allra bestu held ég sem bara gerast. Það gerast alltaf betri, held ég. En það er allt til reiðu hér í kvöld. Þorvaldur Árnason er dómari og það eru stjörnumenn sem byrja og ef við förum yfir lið Stjörnunnar í þessum leik þá er það nú þannig að í markinu er Sveinn Sigurður Jóhannsson, síðan er Heiðar Ægisson, Óttar Bjarni Guðmundsson sem kom frá Leikni, Daniel Ekstall, Jósef Kristinn Jósefsson, Alex Þór Hauksson, Eyjólfur Héðinsson, Ævar Ingi Jóhannsson, Kristoffer Konráðsson, Arnar Björgvinsson og Hólmbert Aron Friðjónsson upp á topp. Nú lið Breiðabliks í þessum leik er þannig að í markinu er Hlynur Örn Hlöðversson, síðan er það Damir Munanovic, síðan er það Davíð Kristjánsson, Elvar Freyr, Alfons Samtet, Erni Bjarnason, Andri Rapp Jóman, Arthur Ari, Höskuldur Gunnlaugsson, Sólon B. Leifsson og Ólafur Hrafn Kjartansson. Þetta er liðið hjá Blikum í kvöld. Ég heiti Tómas Mægir og ég er bara því miður einn í kvöld. Tryggvi þurfti að fara á fótboltaæfingu. Hann er æfingasjúkur, segir hann. Ég tók góða æfingu fyrir þennan leik, þannig að ég er góður og mættur. En ég reynir nú að gera mitt besta þó að það vanti nú fóstbróður minn hérna með í þessa útsendingu. En við skulum bara snúa okkur að þessum leik. Nú þjálfari Stjörnunnar er Rúnar Páll Sigmundsson og þjálfari Breiðabliks er Arnar Gretason. Þorvaldur Árnason dómar í einhverju svaka flottri múnderingu þarna inn á vellinum með þessu við sjáið. Já, þetta fer honum vel kall. Þá kemur hérna Ævar Ingi. Sendingu hérna fyrir. Það er Damir fyrir og þá kemur Andri Rapp Jóman. Þetta er Andri, hann setur á Arthur Ara. Þá kemur bara hérna skot. Ói, glæsileg markvarsla þarna hjá Hlyni Erni í markinu. Þetta var bara vel gert. Gott skot. Kemur hodnið og Hlynur slæðir þetta fram og Blikarnir koma þessu, Arni Jóman kemur þessu frá. Kemur Kristoffer, sendingu hérna fyrir, hún fer eftir fyrir endamörk. Og það vantar í bæði lið töluvert af þeim leikmennum sem við kannski þekkjum best. En það er nú desember gott fólk og í meiðsli og frí og annað í gangi. Og auðvitað hitt að leyfa yngri og reyndari mönnum að spila og spreyta sig. Það var Hólmbert hérna í baráttunni. Komin inn eitt númer í drengurinn, 8 núna. 19 síðast ef við vorum, en oftast er hann í 9. Komið stjörnumenn. Setjum við hérna á Ævar Inga og Ævar í baráttu hérna við Höskuld. Ævar með boltan. Eyjólfur Héðinsson, Ævar. Já, þetta er vel gert. Daniel Ekstall.
Heiðar Ægisson spilar hérna í Þetta farin út af sendingu hérna. Damir með þetta allt á hreinu og skilur boltanum bara út af. Já, já. Þetta gert eins og á að gera. Settum við hérna, nei, Elvar, fyrirleikmannum 15 Davíð Kristjánsson hjá Blikum og þá kemur Eyjólfur Héðinsson en Blikarnir ná að komast fyrir þetta og þetta væntanlega rangstað og jú, hárrétt, Sólon B. Leifsson, rangstaður. Það Heiðar Ægisson sem að tekur hýringastig. Bert. Æjæj. Það fer Andri niður. Boltan í höfuðið og alla greiður. Það er ekki gott. Og líka sparkaði hann. Óvilja verk. Já, það er hálf einmannalegt að vera ekki með Tryggva hérna með sér, en svona er þetta nú bara. Og bósmótið hefur spilast þannig að það er FH og Fjölnir sem að spila til úrslita í þeim leik og Víkingur og Reykjavík og KR spila þriðja sætið. Væntanlega verða þeirri leikir háðir á laugardaginn. Líklega báðir, við það ekki alveg komið á hreint. Það geti verið þannig að annar leikurinn er klukkan 11 og hinn klukkan 5 og þeir eru verið að sjálfsögðu í beinni útsendingu hjá okkur hér á Sport TV. Það er Sköldur Guðlaugsson, hann er það með boltan. Stjörnumenn komast inn í þetta, það var Kristófer, mér sýnist mér, nei, Kristófer, ekkert bull, Tómas, það var Alex Þór Hauksson. Og bekkurinn hjá Stjörnunni er þannig að það er Jóhann Laxdal, Dagur Austmann, Halldór Orri Björnsson, Þórhallur Kári Knútsson, Lárus Björnsson, 16 ára markvörður. Nei, fyrirgefið, Hrannar Lyngdal er markvörður en Lárus Björnsson er 16 ára leikmaður. Það er bara þannig á miðinni, Blikarnir ná þessu. Andri Jómann hérna með sendingu á Davíð og Damir
Höskuldur með sendingu hérna yfir á Davíð og Davíð á Arnþór Ara Atlason. Davíð aftur á Atla, þetta vel spilað, sendingu hérna fyrir og þetta fer beint í hendurnar á Sveini Sigurði Jóhannsssyni. Mist hann hérna aðeins en blautt, náttúrulega blautt en hérna, já, vel gert hjá Blikum og Sveini líka. Damir með 16 hjá Blikum með Erni Bjarnason. Spilaði þetta hérna saman og það var það Elvar. Já, 10 mínútur búnar á þessum leik og lítið að gera svona, lítið að frétta þessar fyrstu mínútur. Ykkur búin að fara mikið fram hérna á miðsvæðinu. Það var Arnþór Ari sem nær hér skallanum og Höskuldur hérna með Andri Jómann með baksalsbindu hérna en þetta gegar og þá koma stjörnumenn. Arnar Björgusson hérna í baráttu við Elvar Freyr Helgason og Elvar hefur bara betur og þeir halda þessu inn á Blikar. Nei, þeir halda þessu ekki inn á. Það var hann Alfons. Samstæðið. Það er hérna með sendingu á Arnþór Ara. Hvað gerir Arnþór? Leikur hérna og þá er Höskuldur. Já, þetta er efnilegt og hann ætlaði að senda hérna aftur á Arnþór Ara. Smá misskilningur í gangi, hugsunin góð en svona fer þetta stundum. Nei, Þorvaldur dæmir þetta bara sjálfur, Línu verður hann ekki alveg viss og Hún var hérna með einhverja krúsidúlur en ég held að sína það er Alfons. Það var að Leinaröðn í markinu. Nú ef þetta fer jaft eftir venjulega leiktíma þá er vítaspurningakeppni.
það er nú bara þannig. Það þarf á húslit. Og Stjarnan getur lent í þeirri stöðu í þessum leik að hafa farið inn í þetta mót og ef þeir fara með Sigur og Hólmi hér í kvöld og þá lenda þeir í 5. sæti í mótinu en töpuðu ekki leik. Ég hef gjörið 2 markalaus jafntefli í riðlakeppninni. Það verður nú bara að teljast ágætis árangur hjá þeim. Já, það er bara nokkuð góður. Furðulegur. Tapa ekki leik og enda svo í 5. sæti. Ævar. Þetta er vel gert. Kemur Kristoffer. Daniel Lagstall. Þetta með Arnar Messir, þetta gefa hann aðeins fyrir. Hann boltinn er komin, nei, Jósef Kristi segi. Daniel með skot, en þetta fer beint á Hlyn Örn Hlöðursson í markinu. Já, þetta var vel gert. Ég hefði viljað sjá kannski Daniel senda boltan fyrr á Jósef Kristin hann upp í horni. En þetta fór svona. Þá koma blikar. Já, vel spilað hérna. Kemur Andri Jómann. Hér Andri fyrir liðsins hérna í dag. Hann gefur á Davíð Kristján. Við sendingu hérna fyrir. Það er bara Jósef Kristi sem sendir boltan svona. Já, þetta var bara nokkuð vel gert. Sveinn alveg með á nótarfætt í markinu. Þá koma stjórnumenn. Jósef Kristinn sendingu hérna fram sem er ætlað Hólberti Aroni en Elvar Freyr Helgason er fyrr til. Davíð Kristján hérna í baráttunni. Það var Ingi í honum en það var vel gert. Þetta var kannski aðeins svo mikið hjá leikmanni númer 20 Ólafi Hrafni Kjartansinni. Nú eins og ég segi þá var Stjarnan í riðli með FH og KR og gerði markalaust jafntefli í sínum leikjum þar við þau félög. Og aðeins meira skorað síðan í leik KR og FH. Við erum aukaspyrna sem Þorvaldur dæmir. Og það fór þannig að þetta fór í vítakeppni sem að FH hafði betur. En það er aukaspyrna hérna sem að Blikar eiga. Það er Höskuldur. Kemur hérna með tipparanum hérna inn í og ætlaði á Damir en Stjarnan, já hvað gerist þarna? Það er bara þetta. Já, þeir halda þessu inn á vellinum. Davíð hérna með sendingu á Damir. Við verðum komin hérna fram, sendingu hérna fyrir sem að hann lætur hann fara. Það er hótspyrna sem að Blikar eiga þegar 18 mínútur og 45 sekundur eru búnar af klukkunni. Þokkaleg mæting hérna í Garðabæn. Þetta veður til að vera úti og horfa á fótbolta. Það er bara þannig. Þá kemur hótspyrnan. Andri sem tekur þetta. Aftur hótti Jóli Héðursson hérna með smá kicks.
Það er Höskuldur sem tekur þetta. Ég sé þetta ekki alveg nógu vel hann sem sé sitt. Hérna rúlir teginn og Damir tippar hérna inn en Eyjólfur skallar þetta frá. Þá kemur hérna skot frá Erni Bjarnasyni. Erni hérna áfram í boltanum og Arnar Björgvinsson við það að ná boltanum. Þá koma Stjörnumenn. Það er Arnar Björgvinsson. Geysir hér upp kattinn. Mann hérna með sér missar hann aðeins og langt. Nei, hérna kemur sending sem að, þetta er gæja nú en hérna er sending frá Blika. Þessi Jósef Kristi var kominn hérna á Eiðansjó. Nú Óttar Bjarni Guðmundsson, hann er nýr leikmaður Stjörnunnar, kom frá Leikni úr Breiðholtinu. Og jæja, hvað gerist nú? Það er Solon. Sendingu hérna. Skot. Arþór Ari Atlason á nú að gera betur í þessu. Þetta var bara dauðafæri en boltinn rétt fram hjá stönginni. Já, fín sókn hjá Blikum. Solon og Arþór Ari hérna í samvinnu. Haraldur Björnsson er svona líklegur til að verja mark Stjörnunnar á næsta tímabili. Hann er fjárgóðu gani hér í dag. Einnig Gunnlaugur Gunnlaugsson, markvörður Blika. Hann er nú hérna reyndar. Það koma Stjörnumenn. Það er Kristoffer Konráðsson. Faðir hans var lengi vel landsliðsmaður í handbolta. Konráð Ólafsson. Spilaði með Stjörnunni, uppalinn Káringur. Og var í erlendisleika og í atvinnumennsku. Flinkur hornamaður. Kemur hér sending fyrir en nei, þetta er alveg Óttar Bjarni með þetta allt á hreinu. Nú það er leikmenn eins og Veigar Páll Gunnarsson, hornir á braut hérna úr Garðabænum og Grétar Sigfinnur Sigurðarson er farinn í Þrótt. Veigar fór í nágrannafélagið FH. Það er eftir að gera fína hluti þar. Og þeir báðir í sitt hvoru liðinu. Kemur Höskuldur með hornið Eyjólfur Héðinsson fyrir. Og þá kemur Davíð og þetta er yfir á næsta völl bara. Það er engin auka bolti sko. Já, þeir koma hérna með auka bolta. Stjörnumenn. Já, bósmótið í ár hefur farið vel fram. Fínt fyrir liðin að fá svona mót og eins og ég sagði áðan, leyft svona óreyndari mönnum og yngri að spreyta sig og sjá hvað þeir standa. Síðan hefst þetta svona fyrir alvöru eftir áramót með eins og Reykjavíkurmótinu og fótbolti.net mótinu. Og svo Lengjubikarinn þegar hann kemur. Það er ekki svona í febrúar. Það er Jósef Kristinn. Og þetta rúlar hann einhvern veginn í gegn en ekkert verið þessu og þá koma þeir í gagnsókn hérna Blikar. Andri Rafn Jómann. Þetta umkringtur þremur og hvað gerir Þorvaldur? Jójó, dæmir aukaspyrnu. Óttar Bjarni er nú ekki sammála honum og hann fær gult spjald, takk fyrir. Óttar Bjarni er farið til bókar hér. Þetta er nú bara held ég rétt samkvæmt reglunum og lítið við þess að gera og segja en þetta er náttúrulega eðlilegt að menn verða smá pirraðir yfir þessu. Jósef Kristinn, nýr leikmaður Stjörnunnar, Grindvíkingur á upplægi, spila með þeim allan sinn feril fyrir utan smá atvinnumennsku.
í Austur-Evrópu árið. Smá ævintýri. En þetta bara aukaspyrna á flottum stað og það Arþór Ari Atlason sem ætlar að taka hana og hann... Já, fyrsta markið komið hér á Samsung-vellinum. Arþór Ari Atlason skora það á 25. mínútu beint úr aukaspyrnu. Ég ætlaði að fara að segja, ætlar hann að taka Lewandowski á þetta og hann bara eiginlega gerði það svona næstu því. Svipað, allan að mark, alveg svo Lewandowski. Þá höfum við það Arþór Ari á 25. mínútu. 1-0 fyrir Breiðablik. Já, þetta var flott. Mörkin koma á vef okkar sporttv.is og atvikuleiknum og allur leikurinn einnig, þannig að það enginn að fara að missa af neinu. En hvað gera Stjörnumenn núna? 1-0 undir á sínum heimavelli hér í Garðabænum. Daniel Laxdal yfir á Svein Sigurð spilaði með Fjarðabyggði síðasta sumar. Óttar, það vel gert í Óttari. Eyjólfur Héðinsson, já, slinkur kallinn maður og það fær aukaspyrnu hérna. Já, vel gert í Eyjólfi. Það Jósef Kristinn. Og það skot en nei, hann var ekki í neinu jafnvægi drengurinn Kristoffer Konradsson og því fór sem fór. Sjaldan að tengast. Spyrna hérna. Það Kristoffer Konradsson sem tekur hana í teginn. Þar hóðspyrna. Óttar Bjarni var hérna að reyna við hann og Daniel Laxdal var fyrir aftan. En Breiðablik setur þetta í horn. Búið að flauta, þetta var nú mark en búið að flauta. Það stundu þannig, var eitthvað brot, ég veit það ekki. Við fáum bara að sjá þetta á vefnu hjá okkur. En þetta var snirtileg spyrna frá... Ég veit það ekki, ég hættur að pæla í þessum dómum á markmenn. Já, þetta var ansi vel gert. Flott snudda þarna. Óttar Bjarni, Sveinn Sigurður. Nei, þetta bara fer beint á leikmann, það var... Kemur hérna skot, dói! Það framhjá. En hann vill fá hornspyrnu, Ernir Bjarnason, en... Og fær það. Já. Mér fannst nú eins og Þórhildur hafi bara bent á marktegin og það væri markspyrna en það horn.
Þannig hábolti inn í kannski hérna Ólafur Hrafn Kjartansson hérna með 20 og þá það Elvar Freyr Helgason, hann bara missir boltan og Eyjólfur Héðinsson að þessu vel gert. Eyjólfur Héðinsson með Arnar Björgvinsson hérna með sér. Hvað gerir hérna Arnar Björgvinsson? Leikur hérna á Alfons, en nei, þá Elvar kominn aftur og reddar þessu og þá kemur Daniel Laxdal og það verður ekkert með þessu. Klaufaleggt hjá Elvari en hann náði nú að redda þessu heldur betur. Já, þeir voru þarna tveir komnir, Eyjólfur Héðinsson og þetta vel gert hjá Eyjólfi og Arnar Björgvinsson. En þá koma Blikar, Ólafur Hrafn, Arþór Ari, Höskuldur Gunnlaugsson. Já, hann heldur boltanum og ennþá með hann og hvað gerir Höskuldur? Andri Jómann skiptir inn yfir á Alfons. Elvar með sendingu hérna inni og Óttar Bjarni hérna. Heyrðu, það bara aukaspyrna. Aftur flautað á Óttar Bjarna og hann vil meina að hann kræki hann og fær hérna aukaspyrnu bara á línunni vandarlega held ég. Ég sá ekki betur en þetta væri þar. Og menn eitthvað að kýtast hérna. Hvað í gangi? Strákar, hætta þessu. Já, damir. Og þeir eru að halda áfram. Þorvaldur, hann góður sáttasemjari. Framtíða sáttasemjari þjóðarinnar. Ekki veitir af. Lítið að gerast á þeim bænum. Þetta Elvar Freyr þarna. Já. Það nákvæmlega svona sem maður á að gera þetta. Já, þeir skilja sáttir félagarnir. Já, það má aðeins kýta. En við skulum nú snúa okkur að þessari aukaspyrnu. Þeir eru nú búin að ráðum sínum þarna Blikar hver á að taka þetta. Ég held að markaskorarinn vilji nú bara taka þetta. Hann maðurinn. Já, Óttar Bjarni aftur með brot þarna og sleppt hann úr spjald núna. Það hefði þýtt annað gula en við viljum halda leikmönnum inn á vellinum. Það nú þannig bara. Það aðeins fyrir utan línuna. En það Arþór Ari sem að tekur þetta. Nei. Skot, Svenni Ver, vel gert. Vel gert að Svenna, það var Davíð Kristjánsson sem tók þetta skot. Ég held að allir að við haldi að Arþór Ari ætlaði að taka þetta en Svenni Ver þetta. Þar fór þetta. Já, Davíð. Damir með sendingu yfir á Alfons. Alfons bara aftur á Damir. Damir með langa bolta hérna fram á Sólon. Þetta nú aftur krækt einhvern veginn í en dettur ekki þannig að það var ekkert fluttað á þetta. Já, vel gert. Sólon, hvað gerir Sólon? Þetta kannski aðeins og mikið Sólon minn og það verður ekkert úr þessu og Óttar Bjarni kemur þessu fram en Blikar ná þessum bolta og geta þá hafið leik upp á við á ný.
Aukaspyrna. Já, 35 mínútur búnar á þessu leik, staðan er 1-0 fyrir Breiðablik. Arthur Ari með markið á 25 mínútu. Hvað gera stjórnumenn hérna? Nei, ekkert verður úr þessu. Beint úr aukaspyrnu. Svona það markið svo Lewandowski skoraði, 12 leiki í röð. Koma blikar, vel gert Ernir. Og þetta heldur áfram, hann þessi brotið á hann og jú, Þorvaldur gerir það. Hann leiði hagnaðinum að lifa aðeins og það var ekkert úr því og þetta var bara hárrétt. Ernir Bjarnason, númer 16. Og þetta, góðir áhorfendur, þetta er bara nákvæmlega sama stað og markið sem að Arthur Ari Atlason skoraði áðan. Nákvæmlega sama stað, eða allavega mjög nálagt. Og nú eru komnir hérna Elvar Freyr og Davíð Kristján. Nei, þetta fer bara í horn. Þetta stutt hérna, Davíð, það er aftur horn. Davíð Kristján Ólafsson. Koma stjörnumenn. Setti ekki hérna allir Daniel Lagstall en Andri Jómann, hvað gerir Andri Jómann? Já! Takk fyrir Andri Rafn Jómann, kemur Breiðablik í 2-0 hérna á 39. mínútu. Þetta var snyrtilegt og vel gert. Staðan er orðin 2-0 fyrir Breiðablik gegn Stjörnunni hér á Samsung velli. Í leikum 5. sætið í POS-mótinu 2016. Það þarf ekki að spyrja því þegar Andri Jómann er annars vegar. Og í svona færi, mark. Hvað gera stjórnumenn? Danni með skemmtilega tilburði þarna. Það er Holbert. Hann bara missir boltan og það er Ernir. Ernir er hérna með Sólon með sér. Sólon bara með skoti og Svenni tekur þetta vel. Glæsileg markvarsla hjá Svein Sigurði Jóhannssoni í markinu. Já, þetta var flott. Hefði kannski mátt sjá Sólon gera betur þarna en skoti var kraftlaust kannski en vel gert hjá Sveini í markinu. Þá kemur hornspyrna. Daniel skallar þetta frá. Hún að taka húfun af sér. Nei, hann er með húfun á sér. Hvað kallt kannski í gallinum.
Það bara þetta hérna, já, vel gert hérna hjá Kristoffer Konradsinni. Hann áræðinn drengurinn og þá kemur Ævar Ingi Jóhannsson. Jósef Kristinn, nei, það Davíð Kristján Ólafsson sem að og þá byrjaði þetta blikar Damir Höskuldur Gunnlaugsson, Arþór Ari, Andri, Elvar, Damir. Já, vel gert, góð sending fyrir, þetta á eiga menn að nýta sér, þetta ekki búið, það var Alfons. Lyftur honum hérna uppi, það eru bara bláir og það Óttar Bjarni sem að, en þetta fer á Davíð Kristján. Flotta sendingu hérna fyrir, en það kemur Sveinn Sigurður út úr markinu, hann samar þetta. Já, þetta var kannski svolítið klaufarlegt þarna hjá Blikum að nýta ekki þetta færi sem þeir fengu hérna rétt í þessu. Heiðar, já, bara missi boltan og þá koma Blikar, Arþór Ari, Höskuldur. Þarna ætluðu þeir að reyna þriðning, Höskuldur og Solon Breki, en það var ekkert úr þessu, en Blikar halda boltanum. Já, hugsunin var góð þarna hjá Andra, en ég held að Solon hefði verið rangstæður. Ef eitthvað hefur verið úr. Blikar bara með tögl og haldi á þessu leik. Hún að skora 2 mörk. Arþór Ari Atlason á 2050 mínútu og Andri Refni Jómann á 39. Þá koma stjörnumenn. Jósef Kristinn sendi ykkur niður á ætluð Arnari Björgvinssyni, en þetta ekki nógu fast og Alfons fyrir til og setur þetta í innkast. Og það var Hólbert Aron, hvað gerir Hólbert? Hann komin hérna á tegnum og gefur honum fyrir og það Darradas þarna. Skot og mark! Já, Heiðar Ægisson að minnka munin hérna fyrir stjörnuna undir lok fyrri hálfleiks. Með þessu fína marki. Fertugustu og 3. mínútu færum við til bókar, 2-1 staðan og þetta bara gaman að þessu, komin í 3 mörk hérna í fyrri hálfleik og það bara áfram með þetta strákar, bæði lið fá sem flest mörk. Það eru mörkin sem telja og það eru mörkin sem gleðja og þau skipta bara öllu máli, þannig það nú bara. Þá koma Blikar. Það markaskorarinn Heiðar. Davíð Kristján. Það fer að koma að hálfleik hér. Þetta aukaspyrna. Aftur þetta Óttar Bjarni. Damir og Elvar. Elvar með sendingu hérna, en þetta fer til Sveins í markinu.
Hlýtur Þorvaldur bara að fara að flauta til hálfleiks í þessum leik. Jó, hann gerir það í þessum töluorðum. Staðan hér í hálfleik 2-1 fyrir Breiðablik. Arþór Ari skoraði úr aukaspyrnu á 25. mínútu. Andri Rabióman tók eina skyndisókn og skoraði annað mark Blika og kom í 2-0 á 39. mínútu. Og Heiðar Ægisson var að minnka munin hér undir lok fyrir hálfleiksins eða á 43. mínútu. Staðan 2-1. Við ætlum að taka okkur smá hlé og setjum á smá skilaboð. Takk. Lenovo, þú finnur gæðin. Nýherji. There's strange things going on all over the city. The people behind this are not like you and me. There's a hidden society. It goes back centuries. Yesterday, a wizard entered New York with a case full of magical creatures. And unfortunately, some have escaped. It was open? Just a smidge. Contain this, or it'll mean war. I want to be a wizard. Fantastic Beasts. Komin í bíó. Þau fara saman heim til hans. Hún fyrir eitthvað rót í ruslinu. Finnur óléttupróf. Var það jákvætt? Veit það ekki. Ég er ekki bara að klára seríuna. 5500 klukkustundir af safaríkum sögum. Þá þurfum við bara að gera það. Svona á Sjónvarp að vera. Þú fær Sjónvarp Símans Premium með heimilispakka Símans. Þú getur meira með Símanum. Hæ, gerist það. Jésús minn. Það sem þú leggur ekki á þig þegar ég að trufla mig, sko. Hvort sem þú vilt dotta í makindum yfir dagskráni eða vera hluti af ógleymanlegu augnabliki, sér Míla að það gerist hratt og örugglega. Við tengjum íslensk heimili og fyrirtæki, svo hlutirnir gangi sinn vanagang. Míla, lífæð samskipta. Opel Astra bíll ársins í Evrópu. Fáðu meira en þú átt að venjast. Opel, hjá bílabúð Benna. Fáðu þér litríkan Sony Xperia XA og fáðu flotta New Balance 410 strigaskó í kaupæti. Láttu vaða, skelltu þér á síma og skó. Sony Xperia XA og New Balance. Allt sem þú þarft að vita bíó getur þú haft í símanum. Náðu í nýja Sambíó-appið og þú getur kynnt þér hvað í bíó og keypt miða. Í appinu úrval leikja. Auk þess getur þú snúið lukkuhjólinu einu sinni á dag og það hægt að vinna bíómiða og fjölda annara vinninga. Náðu í Sambíó-appið. Það margborgar sig. Reitir fasteignafélag stærsta þjónustufyrirtæki landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis. Okkar starf að finna fyrirtækjum réttan stað og skapa þeim hentuga umgjörð utan starfsemi sína. Við sérhæfum okkur í þjónustu og rekstri atvinnuhúsnæðis með áherslu á verslunarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði og hótelbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. What if I told you your reality is one of many? Dr. Strange. Forget everything you think you know. All right. The Avengers protect the world from physical dangers. We safeguard it against more mystical threats. Join us. You cannot stop this. Mr. Doctor, actually. Dr. Strange, komin í bíó. Það Toyo í kortunum, hvernig sem viðrar. Toyo herskjæledekk, öryggi allan hringinn. Bílabúð Benna, Nestek og öll betri hjólbarðaverkstæði. Einstök 4K myndgæði. Örþunn yfirburða hönnun. Android snjallsjónvarp. Horfðu í gæðin með Sony.
Nýherji. Já, komið þið sæl á ný og velkomin til leiks. Þá seinni hálfleikur hafinn hér í leik Stjörnunnar og Breiðabliks í 5. sætið í Bósmótinu 2016. Staðan nú þannig að Stjarnan hefur skorað 1 mark og Breiðablik 2. Og einhverjar breytingar hafa átt sér stað hér í hálfleiknum. Hjá Stjörnunni það þannig að Þórhallur Kári Knútsson kominn inn á. Við skulum aðeins bíða með þetta. Þá að leikmaður hérna númer 19 hjá Breiðablik sem á þetta skot. Hann heitir Gunnlaugur Brynjarsson og hann einnig kominn inn á. Ef við byrjum á bara liði Stjörnunnar, þá þannig að Þórhallur Kári Knútsson kom inn á fyrir Arnar Björgvinsson. Dagur Austmann kominn inn á fyrir Alex Þór Hauksson. Býtu, hvað að gera sanna? Blikar eru áfram. Kemur hérna sendingu upp. Ég bara sé ekki. Dagur Austmann kominn hérna inn fyrir Alex Þór Hauksson. Halldór Orri Björnsson kominn inn á fyrir Eyjólf Héðinsson og Jóhann Laxdal kemur inn fyrir Kristoffer Konráðsson og Heiðar Ægisson, hann fer svona ofar á völlin úr sinni bakvarðarstöðu. Þetta tæknin sem með okkur í dag og ég þakka Sigurði Dúlu kærlega fyrir þessi skilaboð hérna. Og ég ætla svo að finna út sjálfur hvernig Blikarnir hafa breytt þessu. Það leikmaður með 31 hérna sem kominn inn á, hann heitir Guðmundur Friðriksson. Og leikmaður nummer 14 Óskar Jónsson. Og svo nummer 19 Gunnlaugur Brynjarsson. Leikmaður nummer 18 Willum Þór Willumsson, hann líka kominn inn á. Og leikmaður nummer 21 Aron Kári Aðsteinsson, hann líka kominn inn á. Þannig að Hörðu, það bara mark, takk fyrir. Ég að skoða hérna blöðin eitthvað og það bara mark. Og mér sýnist þetta bara að vera Höskuldur sjálfur sem að gerði þetta mark. Þeir eru komnir í 3-1. Með marki hér á 48. mínútum. Já, það svona. Enga beina leikskýrslur hérna í þessum móti. Það er alltaf haga og það var maður að skrifa þetta bara niður og finna þetta út sjálfur. Sem við reyna að gera eftir besta megni. Það er Hólbert Aron. Heiðar Ægisson þetta með sendingu en þetta vel gert hjá leikmann nummer 15 sem Davíð Kristján Ólafsson. Já, gott skot, hlýnum við þetta og hann hittir ekki boltan alveg nógu vel. Leikmaður nummer 12 Heiðar Ægisson, markaskorari Stjörnumanna.
Jóman er farin af velli og Elvar Freyri líka. Og hvað gerir þetta? Glóð markvarsla Hlynur. Þetta glæsilegt. Svona á að gera þetta. Og svo Kristinn. Þetta Guðmundur Friðriksson. Þorvaldur fekk hann beint á mondast og hann bara dæmir aukaspyrnu. Hvað var það þegar var skotið í hann eða? Nei, ég segi svona. Það var lélegt grín. Leikmann nr. 14. Óskar Jónsson. Það verður ekkert úr þessu. Þá þetta komið hjá mér hérna. Artur Ari. Sendingu á Óskar. En Óskar sendi þennan bolta út af. Oliver Sigurjónsson hefur ekkert spilað í þessu móti, hann að ná sér af meiðslum, Blikamaður. Sagði mér að þetta væri allt á réttri leið. Gamli maðurinn Gunnleifur Vignir Gunnleifsson, hann hefur líka fengið að hvíla í þessu móti. Og Hlynur tekið hans sæti og bara staðið sig mjög vel að mínu mati. Kári Aðarsteinsson og Óskar. Þetta aukaspyrna, jú. Þetta kannski, já, allt í góðu, Davíð Kristján, jú, hann flautar. Og þá kemur Artur Ari fyrir hérna bendamörkum, sendi fyrir og Svenni, hvað gert hérna? Jú, það hornspyrna. Hornspyrna sem að Artur tekur sjálfur. Þeir eru hávaxnir Blikastrákar hérna inn í teiknum og kemur sending fyrir og þeir Damir hann í baráttunni og Davíð Kristján
Guðmundur Friðriksson með sendingu hérna inn í sem var ætluð Gunnlaugi Birgissyni, Brynjarsyni segi. Halldór Björnsson hlæsendingu hérna Hólbert. Guðmundur Friðriksson hérna með Viljum hérna í það var eitthvað spilnu nei, ná, í kasti Kristján á velli eitthvað meitt sig. Andri, nei ég sé nú ekki hverju. Stundum að Heiðar Ægisson, ætlaði að senda ykkur hérna á Þórhall Kára Knútsson, Þóra Viljum, Þór Viljumsson, við hefum sett ekki inn í en Artur er alltaf að þetta fer til Hólbert, flotta sendingu hérna á Jóhann Laxdal. Jói með sendingu fyrir og þar er Þórhallur. Hvað gerir Þórhallur? Guðmundur Friðriksson í sér. Nei, Blikarnir skalla þetta frá. Alfons er kominn aftur inn á Davíð fór eitthvað laskaður af velli, vonum að þetta sé nú ekki mikið. Þetta er aukaspyrna. Þórhallur Kári Knútsson sá brotlegi. Þetta er bara pínu fyndið. Hólbert bara með skotið hérna en það verður ekkert úr þessu. Guðmundur Friðriksson. Þetta er nú farið reyndar. Þetta er hárrétt hérna hjá dómaratríóinu. Heiðar Ægisson í baráttunni.
Hann gefst ekkert upp, drengurinn, þetta vel gert. Og þá koma Blikar, hvað gera þeir? Gunnlaugur Brynjarsson hann. Hérna upp í hornið á Ætli Þórhalli Kára en verður ekki þessu. Nú nýjustu fréttir þá leiki sem eftir eru þeir að líklega verður annar leikurinn á laugardaginn kemur klukkan 17 og líklega það verið KR Víkingur. Það var eftir að koma í ljós þriðasætið. Þetta svona, já, liðin eiga tíma í húsunum og það svona keyrt á þeim og spila á þeim tímum. En við fáum frekari upplýsingar þetta þegar að fer að líða á vikuna. En það ljóst að, eins og ég búinn að segja, þá það Víkingur og KR sem spila þriðasætið og þá hérna koma á vel gert og Höskuldur Gunnlaugsson boltan, sendir hann hérna fyrir. Þar kemur skalli, já, vel gert þarna Gunnlaugur Brynjarsson með þennan fína skall eftir sendingu frá Höskuldi Gunnlaugsinni en Sveinn Sigurður Jóhannsson vandanum vaxinn í markinu og tekur þetta. En eins og ég var að segja þá það FH og Fjölnir sem eiga spila úrslitaleikinn en þetta kemur allt saman í ljós og þetta verður klárað. Engar áhyggjur að hafa því held ég. Við hafið þetta nú rétt haft eftir mig, þá Sveinn Sigurður Jóhannesson en ekki Jóhansson. Þá koma Blikar, Solon Bryggi. Nei, hann bara missir boltan. Veifa hérna Rástöðu. Já, góðar áhundur, staðan hér þegar að 62 mínútur rúmar eru liðnar á leiknum 3-1 fyrir Breiðablik. Arþór Ari Atlason skoraði aukaspyrnu á 25. mínútu. Andri Jómann kom Blikum í 2-0 á 39. mínútu. Heiðar Ægjursson minnkaði muninn fyrir Stjörnuna á 43. mínútu og Höskuldur Gunnlaugsson skoraði þetta fína mark hérna á 48. mínútu. Og staðan 3-1 en hér skipting hjá Blikum og bara hef ekki hugmynd hvað þessi maður heitir. En ég kannski kemst bara að því.
Já, menn eitthvað að þessa sig hérna. Smá tækling hérna yfir. Kári. Og ég búinn að fá nafnið á markverðinum sem komin í marki hjá Blikum. Hann heitir Patrik Gunnarsson. Og ef að mínar upplýsingar rétta þá hann sonur Gunnars Sigurðssonar. Fyrrverandi markmanns IBVF og FH og HK og Fram jafnvel líka. Og það þeir vel gett hérna, nei, Blikarnir ná þessu. Tekað fram að ég fekk þessar upplýsingar frá liðsstjóra Íslands, Sigurði Þórðarsinni, betur þekktur sem Sigurð Dullu. Hann á bekknum hjá Stjörninni og það alltaf hægt að fá eitthvað frá Sigurði. Visku brunnur og eðaldrengur. Heldur þetta með Arsenal, held ég. Alfonsina, það var að Willum Þór Willumsson, Höskuldur, vel get ég Höskuldi, hvað gerir hann? Ætlaði að senda hann yfir á Arnþór Ara en Halldór Orri Björnsson vandanum vaxinn þarna og kemst fyrir þetta. Þetta ætti nú að vera flaut, jú, það er flaut, það er aukaspyrna. Við erum sammála ég og Þorvaldur dómari og þá verður að Willum Þór. Þetta er líka aukaspyrna, nei. Leikurinn heldur áfram, Alfons með sendingu hérna fyrir. Þetta var nú fínasti bolti en það var bara enginn til að taka við honum. Hann hafði rétt Þorvaldur Hagnaðinn vera. Klálega aukaspyrna hérna á hann. En það má, þetta er bara svona, fótbolti er svona og það er alltaf gott þegar að dómarar leyfa leiknum að fljóta og ekki að flauta kannski í óþarfa en ég var ekki að tala um það í þessu tilviki. Ég held að þessi 5. árið sem Bósmótið er haldið á þessum tíma. Og er það bara vel, segi ég. Það var Patrik. Hann er með svona hjálm, svo Peter Jack. Koma Blikar. Já, Guðmundur ekki, jú, þetta var Guðmundur og þetta heldur áfram, nei. Guðmundur Friðriksson hérna með hennar sprett en það var að nummer 23 hjá Blikum, nei, hjá Stjörninni Dagur Austmann. Baldur Sigurðsson er nú leikmaður Stjörnunnar, hann er middur, hann er frá fjari góðu ganni.
Og fleiri og fleiri. Burt þarna í baráttunni en þetta fer til Patrickis í markinu. Þessi Elvar kominn aftur inn á. Skiptu Damir vinn sinn. Auka spilna hérna, Halldór Orri brotlegur. Það er Viljum Þór Viljámsson sem að tekur þessu aukaspilnu. Spilna hérna yfir þetta fyrir til Sveins í markinu, aðeins var hátt kannski. Viljum Þór Viljámsson, við þurfum nú ekki að fara inn í ættfræði með þennan dreng. Sonur Viljums Þórs Þórssonar, þjálfara KR og fyrirhundi alþingismanns fyrir Framsóknarflokkinn. Varaþingmaður í dag. Við þekki hann rétt, þá settur hann sig aldrei við að vera varamaður. Ég veit ekki alveg hvernig þetta fer hjá honum. En þá koma stjörnumenn, sendingu hérna fyrir. Já, og mark, já, þetta var ekki lengi gert. Þarna kom nú bara sending fyrir og allt á auðum sjó og þetta var KA-maðurinn fyrirhundi sem að skora þetta, Ævar Ingi Jóhannsson, eftir fína sendingu þarna frá Þórhalli Kára Knútsinni fyrir markið. Þá er þetta orðið 2-3 hér. Og allt getur gerst og gerist það víst, en spurning hvernig. Komið 5 mörk hérna í rjómablíðunni í desember og þá koma stjörnumenn. Hvað ætlaði þeir að gera? Já, vel gert, Hólbert. Og Ævar, og hvað gerir Ævar? Hann tekur skoti og hvað gerir Hólbert? Og mark, þeir eru búin að jafna þetta. Hólbert Aron Friðjónsson. Þetta er bara eins og þetta á að vera. 3-3 er staðan hérna. Já, takk fyrir það. Þetta mark kemur nú bara á sömu mínútu, takk fyrir. Það er nú ekki oft sem það er skorað. 2 mörk á sömu mínútinni. Já. Já, ég hef gaman að þessu, það er bara þannig. Eins og ég segi, staðan er hér orðin 3-3 þegar það er komin að 74. mínútu. Arthur Ari Atlason skoraði fyrsta mark Blika á 2050 mínútu. Andri Rabbi Jóman kom þeim í 2-0 á 39. mínútu. Heiðar Ægisson minnkaði munni fyrir Stjörnuna á 43. mínútu. Höskuldur Gunnlaugsson kom með skondi mark hérna á 48. mínútu. Nú Ævar Ingi Jóhannsson kom leiknum í 3-2 með marki á 73. mínútu og Hólbert Aron Friðjónsson jafnaði leikinn á 73. mínútu eftir stóðsendingu frá markaskorunum nokkru sekúndum áður, Ævari Inga. Og þá skulum við sjá hvað gerist núna. Ég var nýbúinn að sleppa orðinu. Allt getur gerst. Og það er heldur betur búið að gerast ýmislegt síðan þá. Nú ef að leikar fara svona þá er bara vítakeppni og
gaman, en hérna koma þær og það sólar með skot, en þetta framhjá. Já, þetta við vorum búin að kalla eftir mörkum, sérstaklega í beinum útsendingum hérna Sport TV í þessu móti og þau hafa heldur betur komið eftir kallið. Búið að vera bara fínasti leikur hér í Rjómabliðinu í Garðabænum. Kemur Jósef Kristinn, Grindvíkingurinn. Hefur hérna Dag Austmann. Þá Willum Þór. Við erum í 7. desember og það 7 stiga hiti hér í Garðabænum þegar þetta talað. Þetta eiginlega svona hálf lygilegt. En þetta bara svona. Og ekki kvarta ég eða aðrir yfir því. Kemur hérna leikmaður númer 14 sem var að koma inn á, Lárus Björnsson. Þetta 16 ára snáði og mikið efni og gaman að sjá Rúnar gefa svona strákum tækifæri. Hérna kemur sending fyrir en ekki bara Elvar Freyr sem að kemst fyrir þetta. Tegin. Leikandi komið sér frá, þau Jósef, fyrir ekki við. Það Willum. Sendingu á Höskuld. Höskuldur inn í hérna sendingu en þetta fer til Sveins. Þetta hérna í smá tæklingu við Dag Austmann. Sem svona stoppaði kraftin í þessari sendingu. Það eitthvað spilna sem að Jósef Kristinn tekur. Skallaði upp í loft á Alfons og það Elvar Freyr í baráttunni og þá kemur Patrik út á markinu og handsamar knöttinn. Hættan lið hjá í bili. Þá kemur Óskar Jónsson. Það brotið á honum. Alfons. Willum. Já, vel gert Willum. Kemur Gullaugur og
Alfons aftur og hann með sendingu hérna. Það er innkast. Blikar. Það er að detta í 80. mínútuna á klukkunni. Staðan hér í sæti í leikum 5. sætið á boðsmótinu 3-3. Fengum 2 mörk á sömu mínútunni eða 73. sem Stjarnan gerði. Sendingina fyrir og þetta er skallað Jóhanni eins og heyrðist Jói. Já, vel gert hérna hjá Aroni Kára, nummer 21 og þá er að Guðlaugur Brynjarsson með ætlaði sendingu þarna yfir á síðustu að vera Sólón. Holbert alltaf sama baráttan í þeim dreng. Duglegur drengur. Arthur. Aron Kári 21 og 14 er Óskar. Það er kannski aðeins svo mikið hjá honum og hann missir boltan en þeir halda boltanum Blikar og hvað gerist hérna? Guðmundur Friðriksson búinn að skipta kant. Byrjaði hérna hægra megin en kominn á vinstri. Höskuldur, Guðmundur á Willum. Höskuldur, þetta er vel spilað, stuttspil. Guðmundur með sendingu hérna fyrir en Óttar Bjarni kemur þessu bara við endamörk og það er hornspyrnan sem að Breiðablik eiga. Kemur hornið. Svenni hann í vandræðum en nær að kýla þetta frá. Já, það var ekkert í vandræðum, hann kom þessu bara frá. Þá koma... Það var ekki Heiðar. Nei, jú Heiðar sé. Innkast Jósef Kristinn. Núna þetta menn hérna. Sýna sig, koma, sýna sig, já. Hér var Halldór Orra. Björnsson, hann heldur þessu inn á. Kemur hérna á siglingunni. Snýr tilbaka, missir boltan því að þar kom Alfons og tók á hann boltan en Alfons nær ekki að senda þarna fyrir, ætlaði að senda á Höskuld. Já, þetta er svona næstu því að sleppa þarna hjá Blikum en ekkert verður úr og þá koma Stjörnumenn og þar er leikmaður nummer 23 Dagur Austmann. Hörku baráttu þarna og það er Þorvaldur dómari. Það verður aukaspyrnu. Halldór Orri. Alfons að náði boltanum en þeim er saman. Þá koma Stjörnumenn. Jósef Kristinn sendingu fyrir að fyrir Blika og verður ekkert um þessu og þá snúa Blikar vörn í sókn og það er Arthur Ari. Sendingu yfir á Höskuld Gunnlaugsson. Höskuldur með boltan aftur á Arthur Ara. Hann er með Dag Austmann hérna í bakkinu en hann heldur boltanum, flinkur fótboltamaður. Þá kemur Dagur, nei, segi Óskar. Og þá koma Stjörnumenn, það er nummer 14, ungi strákurinn, Lárus Björnsson. Þá var það Holbert Aron Friðjónsson, hvað gerir Holbert? Með skota! Fer í hliðanettið. Vel gert og það er hornspyrna sem að Stjarnan fær. Fínasta skoti á Holberti Friðjóni, hann getur skotið, það vitum við öll sem fylgjast með fótbolta. Og bara hornspyrna sem að Stjarnan fær. Þegar eru
rúmar 5 mínútur eftir af þessum leik hér í Bósmótinu 2016. Leikur 5. sætið. Kemur hodnið á Hólmbert í baráttunni en þetta fer til Patriks Gunnarssonar í markinu. Hann kemur með langan hérna fram. En Jóhann Laxdal fyrir þessu og þá koma Óskar. Og skuldur alltaf að nota þarna stjörnumenn sem batta en það verður ekkert út í og þetta er fínasta sendingi á Halldóri Orra Björnsssyni og þarna var hann í kapphlaupi Þórhallur Kári Knútsson en Aron Kári sá við þessu, vel gert hjá Aron Kára. Flott sendingarna hjá Dóra. Þetta var ágætis hugsun í þessu hjá Degi Austmanni en Óttar Bjarni skallar þetta upp í loftið og það beður barðan og Danni hérna komið nýta Danni Laxdal. Það var bara þarna Guðmundur Fríksson og 16 ára Lárus Björnsson. Aron Kári. Hólmbert þarna í bískallan. Og það flauta á Hólmbert. Já. Auka spilna hérna sem að Breiðablik fær. Skuldur með þessu aukaspilnu. Sveit kemur og kýlir hann hérna frá. Það Óskar Jónsson. Fons. Hann bara setur þetta út af. Sending fyrir en þar Elvar Freyr og kemur þessu frá og þá koma stjörnumenn. Hvað vilja menn fá víti hérna kalla en það bara hotspit og dæmt. Já. Hérna sé nú ekki alveg hver það sem leikur hérna. Ég bara Heiðar. Þetta verið vont.
Kemur hornið. Og skalli. Ó! Var þetta ekki bara Jóhann Laxdal sem átti þennan skalla? Sýnist það svona. En þá förum við, gott fólk, bara að detta í eitt stykki vítakeppni. Mér sýnist það bara, nema eitthvað gerist núna á næstu 10 sekúndum. Það er bara gaman að því. Þá kemur Gunnlaugur Brynjarsson. Jói hann í baráttunni við Höskuld. Og hér bara flautar árbæðingurinn Þorvaldur Árnason til leiksloka í þessum leik. Venjulegum leiktíma er lokið. Hann endar 3-3. Nú ef við förum yfir markaskorarana, Arthur Ari Atlason kom Blikum yfir á 25. mínútu. Andri Rafn Jómann kom Blikum í 2-0 á 39. mínútu. Heiðar Ægisson minnkaði munin á 43. mínútu. Og Höskuldur Gunnlaugsson kom Breiðablik í 3-1 á 48. mínútu. Og svo kom þessi ótrúlega mínúta, númer 73, Ævar Ingi. Kom leiknum í 3-2 og síðan Hólmbert Aron Friðjónsson í 3-3 á 73. mínútu bæði mörkin. Þannig fóru leikar og hér ætla menn bara að slá sér til vítakeppnis. Það þarf að fá úrslit í þessu. Þetta er leikur sæti í Bósmótinu 2016. 5. sætið í húfi. Ég endurtek 5. sætið. Og það þýðir það að þá ert ekki neðstur í mótinu ef þú nær því. Og það er fyrsta vítið sem þið taka, það er Halldór Orri Björnsson. Og hann skorar, Halldór Orri Björnsson. Já, Patrik átti ekki möguleiki þetta en gerði tilraun. Og þá er það Höskuldur Gunnlaugsson sem að tekur fyrstu spyrnu Blika. Sveinn Sigurður til varnar og hvað gerir Höskuldur? Hann skorar, já. Höskuldur Gunnlaugsson. Skorar, þá er það fyrir Stjörnuna, markaskorarinn Hólmbert Aron Friðjónsson. Og Hólmbert, já, markmaður búinn að hreyfa sig á alla græjur en þetta bara stendur. 2-1 fyrir Stjörnuna. Þá er það Sólon Breki sem ætlar að taka fyrir Sólon. Örugg spyrna, Sólon Breki Leifsson. Já, það er ekki að spyrja því. Nei, ég myndi að gera það. Það er 2-2 hérna í vítakeppninni og þá er komið að leikmanni hjá Stjörnunni númer 23 og það er nú vinnur okkar Dagur Austmann. Örugt, Dagur Austmann, hann er með þetta, skorar öruglega. Þá er það Óskar Jónsson sem ætlar að taka fyrir Breiðablik. Það er 3-2. Svo því 6-5. Það gerir Óskar. Sveinn Sigurður til varnar. Já, bara örugt allan tíman. Og þá kemur hjá Stjörnunni leikmaður númer 4. Hann þekki ég persónulega, heitir Jóhann Laxdal. Og hvað gerir Jóhann?
Nei, Jóhann Laxdal með alla sína reynslu klúðrar, skýtur í slána og það þýðir það að Breiðablik getur komist yfir. Og það er Guðmundur Friðriksson sem ætlar að það gerir Guðmundur, hann skorar, já. Guðmundur Friðriksson skorar og þetta þýðir það að ég held að ef að Patrik ver þá er stjarnan með Breiðablik að vinna. Já, þetta er 5. vítið og það er leikmaður nummer 5. Og hann skorar, já, auðvitað Óttar Bjarni skorar. Óttar Bjarni Guðmundsson, hann skorar 4-4. En ef að Arnór Ari skorar þá er þetta bara komið. Blikar taka 5. sætið. Arnór Ari Atlason. Hvað gerist? Mun Svenni setja þetta í. Og það, já, Breiðablik sigrar hér. 5-4 eftir vítakeppni, 5-4 í vítakeppni, leikunum fór 3-3, svo bara mætum við þetta, setjum þetta ofan á. En það er ljóst að það eru Breiðabliksmenn úr Kópavogi sem að hafna í 5. sæti í þessu móti. Hér fór leikur fram sem fór 3-3 í venjulegum leiktíma og endaði síðan 5-4 í vítakeppni. Sport TV þakkar kærlega fyrir sig í kvöld. Við sjáumst aftur á laugardaginn, en hvað það verður veit nú enginn. Fyrr en þá, verið bless!